Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag, og verður velkomin í þátt númer 9 af þessu hlaðvarpi. Mér langaði að prófa að taka upp þátt sem að með tveimur pælingum, það er að segja tveim hugsunum sem eru báðar tengdar ákveðnu viðfangsefni sem að þeir sem að læra íslensku þurfa að kynna sér. En það eru kynorða. Kynorða er ágætlega skrítin hlutur og sérstaklega þá fyrir þá sem að tala tungumál að móðurmáli sem að hefur ekki kyn á orðum. Og þá er ég ekki að tala eins og karl og kona sem að eru skilgreiningunni samkvæmt kynjuð orð. Ég er að tala eins og að stóll, a chair á íslensku er karlkyns orð. Það er karlkyns nafnorð. The chair verður stóllinn, hann stóllinn. Ég sit á honum. Þetta er ágætlega magnaður hlutur að við höfum þróað með okkur þennan vilja og þessa menningu fyrir því að kynja, to gender, þessi orð. En þetta finnst í mörgum málum og þá sérstaklega í evrópskum málum. Nú kann ég of lítið af asískum tungumálum til að ég geti sagt eitthvað það. En þetta er í flestum tungumálum í Evrópu frá Rússlandi í austri og alveg til Íslands og Portúgal í vestri. Það getur verið erfitt að læra kynorðana, sérstaklega því að þau eru ekkert eins frá einu tungumáli til annars. Til dæmis er borð hvorugkyns nafnorð á íslensku, borðið, the table, en það er karlkyns orð á þýsku, der Tisch. Þannig að ef að maður er að læra mörg tungumál eða ætlar að bæta við sig nýju tungumáli eftir að hafa lært tungumál þar sem að mörg orð hafa ákveðið kyn, þá þarftu eiginlega að læra bara öll kynin upp á nýtt. Því það er ekki eins og við höfum öll verið sammála hvaða kyn ákveðinir hlutir eiga að hafa. En akkurat þetta að við séum ósammála, tengist fyrstu pælingunni minni. Hún kemur frá mjög áhugaverðu myndbandi sem ég sá fyrir mörgum árum. Ég man ekki lengur hvort að þetta hafi verið TED Talk eða einhvers konar til myndbandsritgerð. That would probably be the rough translation into Icelandic from video essay. En í myndbandinu voru sýnd mörg viðtöl við ferðamenn í Evrópu. Hvort þetta hafi verið borg á Spáni eða einhver staðar í mið-Evrópu, þar sem að margir ferðamenn koma. Segjum að þetta hafi verið í Barcelona á Spáni, í Katalóníu. Og þar eru margir ferðamenn og viðtalandinn, the interviewer, spyr einhverja ferðamenn þessarar spurningar. Þau standa við hliðina á stóru fljóti, þar sem er stór og mikilvæg brú. Og
það er öllum augljóst sem að eru þarna viðstaddir, hvort sem að þeir þekki sögu brúarinnar eða eru hreinlega bara þarna sem ferðamenn, að þessi brú er mikilfengleg og mikilvæg, að hún sé fallega hönnuð, hún er eflaust byggð einhver tíma á miðöldum og þykir vera gott dæmi arkitektúr stíl þess tíma sem hún er byggð á, þannig að allir myndu lýsa brúnni sem einhvers konar góðri, mikilri brú. En bragðið, the trick, í viðtalinu var að spyrja þessa ferðamenn hvað þeim fannst brúnna og svo eru þeir spurðir hvaðan þeir eru. Og það voru sumir sem að lýstu brúnni sem stórri, magnaðri, kröftugri, sterkri, harðsvífinni og svo framvegis allt mjög karlmiðið orð. Þá lýsingar orð sem að eru karllæg, masculine. En sumir voru að nota orð sem að myndu vera eins og falleg, lagleg, tilkomumikil og jafnvel kynþokkafull. Allt einhver orð sem að fólk myndi nota til að lýsa einhverju kvenlegu á fallegan máta eða á mikilfenglegan máta. Og svo voru ferðamennirnir spurðir, hvaðan eru þið? Og þá birtist tenging á milli þess hvaðan þau voru og hvaða kyni þau voru að miða þegar þau voru að lýsa þessari mikilfenglegu brú. Þá voru þeir sem að voru að lýsa henni karllega, yfirleitt frá löndum eins og Spáni eða Ítalíu, en bæði tungumál eru með karlkyns orð fyrir brú. Á spænsku er brú el puente og á ítölsku il ponte, bæði karlkyns orð. Þau sem voru frá Þýskalandi voru að lýsa henni frekar kvenlega, af því að á þýsku er orðið fyrir brú die Brücke, eða eins og bara á íslensku brúin í kvenkyni. Niðurstaða myndbandsins og það sem að satt eftir í mér var að stundum gerir maður sér ekki grein fyrir því hvað maður verður hlutdrægur, það er biased, af því að hugsa á því máli sem maður á í hjarta sínu, á sínu móðurmáli. Að bara það að einhver hlutur eigi ákveðið kyn breyti því hvernig við upplifum hlutinn og tölum hann og lýsum honum og hvernig við hreinlega bara sjáum heiminn. Þetta er eitthvað sem mér hafði ekki dottið í hug fyrr en að ég kynntist þessu. Þannig að pældu í því, ef að þú talar tungumál sem að er með kynjum, ert þú kannski óvart að beita einhvers konar sexisma gagnvart hlutunum í kringum þig út frá því hvaða kyn hluturinn er á þínu tungumáli. Hin pælingin er þessi og hún tengist íslenskunni meira beint. Íslenskan er mál sem að hefur fengið að lifa í langan tíma og breyst lítið. Þegar að heimurinn breytist, þá vildum við gjarnan
finna nýjar leiðir til þess að útskýra þau nýju fyrirbæri sem verða til í heiminum án þess endilega að taka nýja orðið og setja það beint inn í málið. Pældu í orði eins og pilot. Það er orð sem að varð til fyrir þá sem að fljúga flugvélum. Þeir sem að stjórna flugvél. Og hvað er pilot? Getur þú skilgreint fyrir þér hvað pilot þýðir? Nema bara að þú lærðir sem barn eða kannski á fullorðins árum ef að þú talar ensku ekki að móðurmáli, að pilot er það sama og sá sem stjórnar flugvél. Þú ert ekkert að pæla í því að þetta kemur frá orðinu pedota á latínu sem að var önnur útgáfa sem að breyttist í pilotus sem að varð að franska orðinu pilot sem er sá sem að stýrir skipi. Þú þarft að hafa nördast svakalega mikið til þess að átta þig á því hvað þetta orð þýðir. Veistu hvað íslenska orðið fyrir pilot er? Það er flugmaður. Það er svo einfalt. Maður sem flýgur og maður þýðir þá væntanlega einhver sem er manneskja. Flying man. Þessu beitum við óspart að reyna að útskýra ný flókin viðfangsefni með orðum sem að við höfum átt í að minnstakosti 1000 ár. Því að Íslendingar fyrir 1000 árum vissu alveg hvað það er sem að fugl gerir þegar hann er í loftinu, hann er að fljúga. Ef að það er maður sem að er að fljúga, þá er hann að vera flugmaður. Side note, því miður tekst þetta ekki alltaf. Fyrr í þættinum sagði ég arkitektúr, sem að er latneskt orð og hefur ekki fengið nógu gott íslenskt orð sem að skýrir það að sjálfu sér hvað orðið þýðir. Við gætum sagt húshönnun eða hústekningar. En hvorugt þeirra lýsir því nógu vel eða nákvæmlega það sem arkitektúr er. Þannig að okkur tekst þetta ekki alltaf, en við reynum þó. Við getum talað meira um þetta efni í öðrum þætti, en ég vildi fjalla um kynið og kynvandamálið. Af því að þegar svona starfsstéttir verða til, fleiri hlutverk verða til og starfstýpur verða til á 20. öldinni, þegar að samfélagið var einfaldara og styttra komið en það er í dag. Þegar við erum að búa þessi orð til á íslensku, gerum við okkur kannski ekki grein fyrir því fyrr en of seint hversu mikið við erum búin að kynja orðið frá upphafi. Getur kona orðið flugmaður? Maður er karlkynsorð. Auðvitað þýðir það að vera manneskja og manneskja er meira að segja kvenkynsorð. En þegar þú segir maður og segir eins og þetta the man, þá ert að segja maðurinn. Þú ert búinn að kynsetja hugmyndina. Ég segi flugmaður og óvart, þó þú reynir það ekki, þá hugsar ég fyrst karlmann, en það voru það eiginlega bara karlmenn sem flugu flugvélum þegar þær urðu fyrst vinsælar og útbreiddar. En hvað þá með önnur störf? Hvað heldur að flight attendant sé á íslensku? Við erum búin að breyta þessu orði í dag og það er orðið kynlausara
en í mjög langan tíma var orðið flugfreyja. Flugfreyja er ágætlega epískt orð, næstum því bókstaflega, því Freyja er nafn á norrænu goði, þar að segja einn af guðunum úr ásatrúnni heitir Freyja, sem var frjósemisgoð. Það gæti ekki verið kynbundnara og næstum því bókstaflega epískara nafn heldur en að vera Freyja. Og þá að vera flugfreyja er vissulega mjög falleg pæling, en hún er svakalega kynjuð. Hvernig geti karlmaður verið flugfreyja? Mér var bent á að fjalla aðeins þetta, þessa þvinguðu kynjun sem að finnst í íslenskunni, sem býr til ýmiss konar upplifunar vandamál. Þegar mér var bent á þetta orð. Ég kann ekki söguna nógu vel, mér var sögð sagan og það vantaði orð inn. En það var víst kona sem að fékk það í gegn að hið almenna orð fyrir einhvern sem að vinnur á rannsóknarstofu og reynir að þróa þekkingu mannkynsins á náttúrunni og öflum hennar, yrði að hinu kynlausa scientist. Scientist hefur ekkert kyn. Orðendingin ist, the suffix ist, er komið frá Grikkjum, frá latínu, einhver sem að stundar ákveðin isma, that practices a certain ism. Og það getur verið hver sem er. Orðið á þeim tíma, áður en konan náði að valda þessum breytingum í samfélaginu, í stéttinni sinni, var nær því að vera eins og man of science eða man of physics eða eitthvað í þá áttina. En það varð að scientist. Scientist á íslensku er vísindamaður. Sérðu vandamálið? Það er búið að kynja orðið strax af því það var sett orðið maður, karlkyns nafnorðið maður, beint á eftir forskeytinu, eignarfallskenningunni, vísinda. Vísindamaður. Það að vera vísindamaður hefur ýmis merki með sér. Það þýðir yfirleitt að einstaklingurinn sem að er vísindamaður sé klár, sé búin að læra lengi og er að gera eitthvað mikilvægt sem að gagnast öllum heiminum. Það eru merki þess að vera scientist. Breytist sú hugmynd eitthvað eða upplifunin af því þegar og ef við myndum segja vísindakona? Hvaða kynupplifun veldur breytingu á því hvernig við skiljum þetta orð núna? Því núna er eins og við höfum sett merkið þess, merki orðsins kona, inn á stað þar sem það átti sér ekki sess áður. Alveg eins og að vera til dæmis flugkona. Þá er það ekki bara flugmaður, þá er það sko flugmaður sem að er kona. Þá þurfum við að flækja það sem var einfalt konsept áður með því að bæta inn, og já, þetta er kona, sem býður upp á óþarfa aðskilnað, því að það er ekkert í hugmyndinni þetta starf sem segir að það þurfi að vera karl eða kona sem vinnur starfið. Þetta er orðið langt hjá mér og orðið flókið, en ég vildi bara nefna þessar tvær pælingar og setja þær saman á þennan máta, þannig að það kvikni kannski einhver áhugi á því hvernig við upplifum heiminn og það út frá kynjum
og upplifun okkar af því hvað kyn eru og hvað merki kynja getur þýtt fyrir okkur. Til að enda þetta á aðeins léttari nótum og til að lýsa því yfir að tungumálið er ekki ráðþrota eða vonlaust, þá erum við farin að beita nýjum orðum sem að eru til dæmis kynlausari. Flugmaður, sem ég sagði áðan, flugmaður og flugkona. Bæði karl og kona geta verið flugstjóri. Stjóri er hvorki karl né kona. Nafnorðið er reyndar karlkyns, en það er þá allavega ekki tengt kynheitinu að vera annarkvort man eða woman, karl eða kona. Það er kannski ekki fullkomin lausn, en það er talsvert skárra en að kynja orðið beint. Og svo eru þar að auki mjög áhugaverðir hlutir að gerast í málinu núna þegar að þeim fjölgar sem að upplifa sig hvorki sem karlkyns né kvenkyns og eru þá eikynja. In English that would be then non-binary. Því að íslenskan er mjög kynjað mál og þegar við tölum manneskjur er eiginlega allt málið byggt út frá að manneskjan getur annarkvort verið karlkyns eða kvenkyns. Hvað gerist núna þegar einhverjir einstaklingar eru hvorugt? Verður allt að það? Eða er það of mikil hlutgerving? Ef að það er ekki það, hvað getur það þá orðið? Verða til ný persónufornöfn? Stuttasvarið við því er já, það eru orðin ágætlega algeng kynlaus persónufornöfn sem að eiga þá við manneskjur sem að eru ekki karl eða kona og eru heldur ekki hlutur eins og það er yfirleitt túlkað sem. Ég er ekki nógu fróður til að geta fjallað það í einhvern lengri tíma, en það er vissulega áhugaverður punktur sem að ég geti farið víðar inn á í öðrum þætti. Nú er ég búin að slá enn annað þáttalengdarmetið og ég ætla að stoppa núna. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.